Saga páskana. Margir krakkar vita hvers vegna við höldum páska. Það er ekki út af því að við fáum páskafrí og páskaegg. Nei, það er út af allt öðru og nú ætla ég að segja ykkur frá því. Allir sem gátu fóru til Jerúsalem yfir páskana og það gerðu Jesús og lærisveinar hans líka. Það var fimmtudagur, dagurinn sem við köllum skírdag. Jesús sat til borðs með lærisveinum sínum og borðaði með þeim. Hann vissi að þetta var síðasta kvöldmáltíðin sem þeir áttu saman. Einn lærisveinana hafði nefnilega svikið hann. Sá lærisveinn hét Júdas Ískarjót. Júdas hafði selt hann óvinunum sem vildu losna við Jesú. Okkur finnst það skrítið að einhver skyldi hafa vilja losna við Jesú eins og hann var góður, en svona var þetta nú samt. Jesús tók brauð og vín og sagði við lærisveinana að í hvert sinn sem þeir vildu minnast hans skyldu þeir fá sér brauð og vín. Brauðið táknaði líkamans en vínið táknaði blóðans. Í hvert sinn sem við göngum til altaris fáum við brauð og vín og minnumst hans. Þá er Jesús nálægur okkur á alveg sérstakan hátt. Þegar Jesús og lærisveinar hans höfðu borðað, fóru þeir út. Þeir fóru í fallegan garð sem heitir Getsemani. Klukkan var orðin margt og lærisveinarnir hefðu eflaust frekar vilja fara að sofa. En fyrst Jesús vildi að þeir færu í Getsemani garðinn, ákváðu þeir að fylgja honum. Allir lærisveinarnir fóru þangað nema Júdas. Hann hljóp þangað sem óvinir Jesú voru og sagði þeim hvar þeir gætu fundið hann. Að launum fékk hann 30 silfurpeninga. Jesús vissi að brátt hann handtekinn. Hann kraup því upp við stein og bað til föður síns á himnum. Hann bað lærisveinana vaka með sér og þeir reyndu það, en þeir voru svo þreyttir og syfjaðir að þeir gátu varla haldið augunum opnum og loks sofnuðu þeir allir. Jesús hélt áfram að biðja. Honum leið illa. Hann var kvíðinn. Hann vissi alveg hvað átti eftir að gerast. Allt í einu komu hermenn og Júdas var með þeim. Júdas sagði við hermennina: Sá sem ég kyssi er Jesús. Þannig getið þið vitað hvern þið eigið að handtaka. Svo kyssti Júdas Jesú. Jesús leit á hann og sagði: Júdas, svíkur þú mig með kossi? Svo handtóku þeir Jesú og fóru með hann burt. Daginn eftir var föstudagur. Þann dag köllum við föstudaginn langa. Þá var Jesú krossfestur. Hann var krossfestur á hæð sem hét Golgatahæð eða hauskúpuhæð á íslensku. Lærisveinarnir voru mjög sorgmæddir og hræddir. Svo dó Jesú. Hann var lagður í gröf og stórum steini velt fyrir grafaropið. Hermenn voru fengnir til þess að gæta grafarinnar. Laugardagurinn leið. Lærisveinarnir földu sig því þeir voru hræddir að vera líka handteknir. En snemma á sunnudagsmorgun fóru 2 konur, þær María Magdalena og María hin, til að líta á gröfina. Þá varð mikill jarðskjálfti því engill drottins steig niður af himni. Hann kom og velti steinunum frá grafaropinu og settist á hann. Varðmennirnir skulfu af hræðslu og misstu meðvitund. En engillinn sagði við konurnar: Þið skulið ekki vera hræddar. Ég veit að þið leitið að Jesú, en hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Flýtið ykkur og segið lærisveinunum frá því. Þeir hlupu eins og fætur toguðu til lærisveinana og sögðu þeim þessa miklu gleði fréttir.